Góðir hátíðargestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin á Háskólahátíð Háskólans á Bifröst þann 16. júní 2018. Ég heiti Sigrún Jónsdóttir og framkvæmdastýra kennslu og þjónustu hér við skólan. Það voru söngbræður sem sungu lagið fyrir okkur Efemía og textinn eftir Jónas Árnason en lagið írskt þjóðlag. Söngstjóri Viðar Guðmundsson og píanóleikari Birgir Þórisson. Við þökkum þeim fyrir þennan fallega flutning og þeir ætla að taka fyrir okkur annað lag og það lagið sem Lindin tær. Höfundur íslenska textans Bjarki Árnason og lagið ítalskt eftir Franco Casano og Corrado Conti. Og það Snorri Hjálmarsson sem syngur einsöng. Gjörið svo vel. Takk ykkur fyrir, söngbræður. Þetta var glæsilegt. Setur tóninn fyrir daginn. Í dag ætlum við að útskrifa héðan frá Háskólanum á Bifröst nemendur úr námi í verslun og þjónustu, úr háskólagátt og úr viðskipta og félagsvísinda og lagadeild. Það 80 nemendur sem að ljúka námi við skólan núna í júní, en hluti þeirra hér og við fögnum þessum degi, þessum merka knattspyrnudegi líka. Við vonum að þið, kæru gestir, muni njóta athafnarinnar með okkur og að athöfnlokinni bjóðum við viðstöddum að þiggja létta veitingar í salarkynnum Hótels Bifrastar og síðan verður leikurinn sýndur klukkan 1 hérna á staðnum. Bara láta ykkur vita af því, ekkert að rjúka af stað sko. En myndataka af útskriftarhópum hverjum fyrir sig verður hér á sviðinu að lokinni útskrift hvers hóps. Þannig að við fáum myndir af ykkur sem hér eruð, endilega.
Við byrjum í dag á að veita verðlaun fyrir framúrskarandi árangur til nemenda sem í námi við skólan. Og verðlaunin felast í niðurfellingu skólagjalda einnar annar til efstu nemenda í hvorri deild í grunnnámi. Þessi nemendur voru í fullu námi á vorun 2018 og voru með hæstu meðalengun í sinni deild. Og Vilhjálmur rektor kemur hér upp á svið og við ætlum saman að verðlauna þessa nemendur og bið ykkur að doka við svo við náum mynd. Við erum voða mikið fyrir að taka myndir hérna upp á sviði. Það þá fyrst Helena Rós Tryggvadóttir, nemandi í viðskiptadeild í viðskiptafræði og hún sýndi framúrskarandi námsárangur á vorun 2018. Og í félagsvísindi og lagadeild það Pétur Steinn Pétursson sem nemandi í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði sem sýndi framúrskarandi námsárangur á vorun 2018. Til hamingju með glæsilegan árangur. Ég verð að nefna að Pétur Steinn hann hefur komið hérna áður. Bara mjög mikið afburðanemandi. En þá komið að útskrift nemenda úr námi í verslun og þjónustu og háskólagáttinni. Og það Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir sem forstöðukonu annarar menntastarfsemi og háskólagáttar sem útskrifast. Og ég ætla að nefna við ykkur út af myndatökunni að þegar þið eru búin að fá skírteinin þá myndið þið aftur röð hérna við hliðina og Sólveig líka okkur til aðstoðar í þessari skipulagningu. En gjörðu svo vel, Hulda. Kæri nemendur í verslun og þjónustu og háskólagátt, til hamingju með daginn. Fyrst útskrifaðist Anna Halldóra Ragnarsdóttir en hún fjarverandi. Ingunn Ósk Svavarsdóttir. Til hamingju. Kaja Helen Jung, en hún einnig fjarverandi. Aðalheiður Ólafsdóttir, en hún fjarverandi. Alexander Þór Sigmarsson. Til hamingju. Anita Ýr Strange. Til hamingju. Ásgeir Þór Ásgeirsson, en hann fjarverandi. Berglind Brynjarsdóttir. Til hamingju. Næstur Birkir Ólafsson, en hann fjarverandi.
Næstur Bjarni Heiðar Halldórsson, en hann jafnframt sá sem var hæstur í háskólagáttinni og fær felld niður skólagjöld næstu annar. Bjarni, ætlar að koma upp með skírteinið og velun, mér að fatast flugi. Það myndin sem Sigrún talaði Nú á milli okkar. Brynja Björk Andersson. Til hamingju. Dagný Karlsdóttir. Til hamingju. Díana Rós Þrastardóttir. Erla Kristín Hansen. Til hamingju. Helga Sigurlína Halldórsdóttir, en hún fjarverandi. Högni Steinn Jóhannesson, hann fjarverandi. Ingi Hilmar Sigurðsson, hann fjarverandi. Jóhanna Jónsdóttir. Jónína Jófríður Jóhannesdóttir, hún fjarverandi. Katla Rún Baldursdóttir. Til hamingju. Magnús Andri Ólafsson. María Júlía Jónsdóttir. Til hamingju. Ólafur Skúli Magnússon, hann fjarverandi. Rakel María Karlsdóttir. Til hamingju. Rúnar Jón Einarsson. Til hamingju. Máttu ekki fara. Sigrún Skaftadóttir. Til hamingju. Stefánie Ester Egilsdóttir. Til hamingju. Thelma Rán Óttarsdóttir, hún fjarverandi. Viktor Ómarsson, hann fjarverandi.
Þórður Jóhann Guðbrandsson, hann fjarverandi. Til hamingju. Nú vil ég biðja ykkur að koma hérna upp til okkar, myndatöku. Og James mun raða ykkur upp. Það fara að reyna aðeins fyrir fram. Byrjum að fá strákan efst kannski. Komið hérna niður, ræða ykkur. Og þig hérna næsta. Og einn hægt niður. Komið hérna niður. Ávast náttúrulega. Já. Það var stúlkan ekki ákveðan. Komið nær. Já, þetta búinn. Skipta ykkur fjör. Nú setjum við upp húðnar. Við þurfum að leyfa James að klára myndatökuna. Fleiri sem vilja taka myndir. Bíða. Heyri, þetta gott. Ég leyfi ykkur að setjast. Nema þú, Bjarni. Þú situr eftir. Hvað eru blöðin sem ég var með hérna? Bjarni minn, ég var beðin að afhenda þér þetta hérna. Ég vil að þú lesir þetta fyrir fólki. Já. Bara í hérna. Æ. Já. Bjarni Heiðar, það ég. Stekkjunin þín hefst núna. Ekki fá þig sæti, gangtu fram í móttöku hótelsins, svo lítið beri á, kveðja strákarnir. Enn og aftur til hamingju með daginn. Nú vil ég kynna ræðumann Háskólagáttar, Alexander Þór Sigmarsson. Gjörðu svo vel. Virðulegi rektor, kennarar, nemendur og aðrir gestir. Síðastliðið ár
hefur verið þvílíkt ævintýri. Þessi lífsreynsla hefur verið ein sú áhrifamesta í lífi margra okkar sem sitja hér í dag. Á tímum var þetta gríðarlega erfitt, en undir lokin var þetta allt þess virði. Fyrir 4 árum bjó ég í aftursætinu á bílnum mínum og átti afar lítið milli handana. Á þeim tíma gat ég ekki leyft mér að dreyma. Ég sá varla hvernig ég myndi lifa vikuna af, hvað þá hvort það yrði eitthvað úr mér. Ég var á algjörum byrjunarreit og þar tók ég ákvörðun að breyta hugarfari mínu og taka framtíðina í mínar eigin hendur. Og frá þeim tímapunkti barðist ég til að komast sífellt í betri aðstæður og betrumbæta sjálfa mig sem manneskju. Því allt gerist að ástæðu og mér var ætlað að taka það skref að stunda nám hér með ykkur til að gera mig að þeim manni sem ég er í dag. Ég verð ævilega þakklátur fyrir þessa lífsreynslu og fyrir alla þá sem hjálpuðu mér að ná þessum áfanga í lífinu. Þegar ég tók ákvörðun að hefja nám við háskólagáttina, hafði ég ekki hugmynd hversu mikið ég myndi læra. Hér hef ég ekki aðeins öðlast fræðslu og kunnáttu á ýmsum sviðum, heldur hef ég einnig þroskast sem manneskja. Þetta nám teygði sig langt umfram efnið og ég lærði jafn mikið af samnemyndum mínum og ég gerði af námsefninu. Við gáttarnemendur komum úr öllum áttum og við erum hér af mismunandi ástæðum, en við höfum öll sama markmið í huga: að stefna að betri framtíð og að sífellt bæta okkur í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendi. Við sem útskrifumst hér í dag höfum sýnt fram á það að við getum látið okkur dreyma og síðan unnið hart að því að láta þá drauma rætast. Það að hefja nám við háskólagáttina er nefnilega ekkert grín. Sérstaklega þar sem mörg okkar hafa ekki setið á skólabekk í lengri tíma eða hafa glímt við námsörðuleika í fortíðinni. Þegar ég hugsa dugnaðinn og samstöðuna sem samnemendur mínir hafa sýnt bæði mér og eigin námi, þá fyllist ég af stolti og hlýju. Við unnum verkefni saman, hjálpuðum stað og nú erum við að útskrifast saman. Saman stöndum við frammi fyrir framtíð sem hefur aldrei verið jafn opin og við höfum hér með tekið fyrsta skrefið í átt að betri framtíð og stærri draumum. Það er ómögulegt að vita hvað framtíðin ber, en ég trú ekki öðru en að allir sem sita hér eigi framtíðina fyrir sér. Ég óska ykkur öllum hamingju og velgengni í öllu sem þið takið ykkur fyrir hendi. Þessi áfangi markar kaflaskil í líf okkar allra. Næsta blaðsíða lífsins er tóm og það er okkar verk að fylla hana. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Alexander. Maður verður svona, mjög góð ræða. Þá er komið að tónlistaratriði, en til hamingju háskólagátt, maður má ekki gleyma því, það er hrærður. En þá er komið að tónlistaratriði og söngbræður ætla að koma hérna og flytja lag sem ég treysti því allir kunni, og það er lagið Ég er komin heim. Og nú taka allir undir, og ljóðið er eftir Jón Sigurðsson og lagið er eftir Emmerich Kallmann. Gjörið þið svo vel.
Takk ykkur kærlega fyrir, söngbræður, og ég vil geta þess að þetta lag, Ég komin heim, hefur verið sungið við útskrift í Háskólanum á Bifröst í fjölda mörg ár. Þannig að það var ekki bara eftir þetta var svona landsliðssöngur sem að þetta var tekið upp hér að syngja þetta lag. En við erum að útskrifa, það er gleðidagur hjá okkur í Háskólanum á Bifröst og næst það útskrift úr grunnnáminu. Og við byrjum að útskrifa úr viðskiptadeildinni og bið ég Stefán Kalmansson sem staðgengill deildarforseta Sigurðar Ragnarssonar að koma hér upp og útskrifa ásamt rektor. Nemendur bið ykkur að hafa sama háttin á var með gáttina að koma í röð þannig að við tökum síðan mynda ykkur upp á svið og eftir. Gjörðu þið svo vel. Sæl og gleðilega hátíð. Fyrstur úr grunnnámi í viðskiptadeild Anton Jarl Jóhannsson, útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti. Ása María Þórhallsdóttir, útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti og hún fjarverandi. Björgvin Páll Gústafsson, útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti, hann fjarverandi. Davíð Helgi Ingimundarson, útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti. Davíð Helgi með hæstu einkunn úr viðskiptafræði í grunnnámi og hlýtur auk þess að verðlaunum 20 einingar í meistaranámi við skólann til hamingju. Og við fáum myndatöku hérna á okkur. Elísabet Halldórsdóttir, útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði. Elsa Natsja Steinþórsdóttir, útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á ferðaþjónustu og hún fjarverandi. Kristín Sigríður Gunnarsdóttir, útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á ferðaþjónustu. Ragnheiður Ásmundsdóttir, útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti og hún fjarverandi. En nú fáum við hópinn hérna upp í myndatöku. Ég óska grunnnemum úr viðskiptadeild til hamingju með áfangan. Nú komið að ávarpi fyrir hönd grunnnema viðskiptadeildar og það Elísabet Halldórsdóttir sem ætlar að flytja það, gera svo vel. Ágæti rektor, útskriftarnemar og aðrir gestir. Í dag líkur miklu ferðalagi í lífi okkar útskriftarnema á viðskiptafræði braut. Í 3 ár eða meira höfum við tekist á við nám okkar í Háskólanum á Bifröst. Fyrir okkur sem vorum í fjarnámi hafa frístundir farið í að hlusta fyrirlestra, að vinna verkefni tengdu náminu og auðvitað vinnuhelgarnar. Þrotlaus vinna hefur skilað okkur hingað á útskriftardaginn okkar og ég stolt af mér og okkur öllum sem hér eru. Við útskriftarnemar eigum öll okkar mismunandi ástæður fyrir veru okkar hér.
Mörg okkar að koma úr háskólagáttinni. Aðrir fundu kannski fyrst núna þörf fyrir háskólamenntun og enn aðrir vildu breyta stefnu í lífinu, eins og ég. Fyrir 4 árum fann ég að ég var ekki að fá sömu ánægju út af vinnunum minn og áður og ég leitaði nýrra áskorana og tækifæra. Mér langaði að breyta stefnu og því ég las Háskólann á Bifröst grunaði mig að hér var lausnin komin. Sumarið kom ég heimsókn og ég fann strax að hér var skóli sem hentaði mér. Haustið 2015 því ég hóf námið hafði ég litla hugmynd hvernig það myndi móta mig, hvetja mig og sífellt gefa mér nýjar og spennandi hugmyndir. Frá upphafi þess velti ég fyrir mér hvað ég ætti að skrifa í lokaritgerð minni. Maðurinn minn getur vottað það að ég fekk nokkrar hugmyndir í hverju lotu. Flesta greinar voru það áhugaverðar, jafnvel spennandi, að ég gat hugsað mér eitt eða fleiri viðfangsefni til að skrifa. Ég hef lært mikið samvinnu og hópastarf, ég hef öðlast mér víðsýni og þekkingu umhverfi okkar og samfélag. Og ég líka viss að það sama á við flesta ef ekki alla þá sem útskrifast hér í dag. Allir starfsmenn skólans hafa lagt sig fram við að aðstoða okkur nemendurna á hvern hátt sem við þurftum og kennarar skólans voru aðeins 1 tölvupóst í burtu. Takk fyrir það. Því ég lít tilbaka þá ég fyrst og fremst þakklát því sem þetta nám og Háskólann á Bifröst hafa fært mér. Tækifæri á að stunda nám með vinnu, fyrir góða kennara, fyrir nýja vini og kunningja og menntun sem opnar í nýja dyr. Mörg okkar eigum fjölskyldu, maka og börn sem einnig hafa fórnað miklu til þess að gera okkur kleift að stunda nám okkar. Þeim vil ég þakka fyrir að hafa stutt okkur, hvatt okkur áfram og aðstoða okkur í vegferðinni að þessum áfanga. Í dag uppskjörum við eins og við höfum sáð. Til hamingju öll. Takk kærlega fyrir Elisabeth og til hamingju nýútskrifaðir viðskiptafræðingar. En þá komið að útskrift úr grunnnámi í félagsvísinda og lagadeild og það Sigrún Lilja Einarsdóttir, deildarforseti félagsvísinda og lagadeildar sem kemur hér upp og útskrifar ásamt rektor og við höfum sama háttin á með röðina varðandi myndatökuna. Gjörið svo vel. Ágætu gestir, gleðilega hátíð. Nú í dag útskrifum við 12 nemendur úr grunnnámi í félagsvísinda og lagadeild og ég vil kynna fyrsta Agnesi Ósk Guðjónsdóttur, BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Atli Sævar Ágústsson, BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Daníelar Davíðsson, BS í viðskiptalögfræði en hann fjarverandi. Emilía Guðbjörg Rodríguez, BS í viðskiptalögfræði. Erla Bjarni Jónsdóttir, BS í viðskiptalögfræði. Jóna Fanney Kristjánsdóttir, BS í viðskiptalögfræði. Katrín Pétursdóttir, BS í viðskiptalögfræði. Kristrún Öss Barkardóttir, BS í viðskiptalögfræði en hún fjarverandi. Linda Hrönn Hermannsdóttir, BA í miðlun og almannatengslum. María Neves, BA í miðlun og almannatengslum.
Hún var jafnframt efst í grunnnámi í félagsvísindi og lagadeild og hlýtur á launum niðurfellingu og skólagjöldum er varða 20 einingum í meistarnámi við skólann. Gjörðu svo vel. Sigrún Ásta Brynjarsdóttir, BS í viðskiptalögfræði. Og síðastur en alls ekki sístur, Sigurður Guðmundsson, BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Þá ætla ég að biðja hópinn að koma hingað fyrir myndatöku. Allra þriðju myndatöku. Þetta er lott. Ágætu útskriftarnemar, innilega til hamingju með daginn. Ávarp fyrir hönd grunnnema í félagsvísindi og lagadeild heldur María Neves, BA í miðlun og almannatengslum. Gjörðu svo vel. Kæri rektor, starfsmenn skólans, útskriftarnemar og aðrir gestir. Fyrir það bil viku síðan fékk ég símhringingu frá Sigrúnu Lilju, forseta félagsvísinda og lagadeildar. Hún sagði með orðrétt að það væri kominn babb í bátinn. Ég ætla ekki eina sekundu að reyna að ljúga að ykkur að ég hafi á þeirri stundu sýnt yfirvegun. Eðli málsins byrjaði auðvitað strax að svitna, titra, klár í regnflóði sem var væntanlegt á hverri stundu með stóru Costco eldhúsrúlluna mér við hlið til stuðnings. Ég er ekki að fara að útskrifast, hugsaði ég samstundis og beið eftir að skellurinn kæmi. Sigrún gerði hlé á máli sínu í nokkra sekundur, í mínum huga var það sjálfsögðu heil eilífð. Örugglega viljandi gert til að láta mig engjast en svo hló hún bara og spurði mig hvort ég vildi ekki halda ræðu. Atvikið var auðvitað hádramatískt eins og þið heyrið, en vonandi lýsir því vel hversu þýðingamikill þessi áfangi, þessi tímamót, þessi dagur er í mínum huga. Dagurinn sem ég og við fáum loksins prófgráðuna sem við höfum lagt mikla vinnu í að öðlast. Ég ætla að byrja að brjóta fyrstu regluna sem Sirrí kendi mér á fyrstu önninni minni hér á Bifröst, en það er að biðjast afsökunar fyrirfram á því sem maður er að fara að gera. Fyrirgefðu Sirrí, en ég ætla bara að vera hreinskilin
og opinbera það fyrirfram að ég hef ekki mikla reynslu í ræðumennsku, en ákvað að tækla þetta eins og góða verkefnalýsingu í Háskólanum á Bifröst. Það er að segja afmarka viðfangsefnið, vera hnitmiðaður og ekki undir neinum kringumstæðum farið við settan hámarks orðafjölda. Á tímamótum eins og á dagurinn dag stöndum við frammi fyrir ákvörðunartökum og vangaveltum varðandi framtíðina. Þegar við ljúkum grunnskóla þurfum við að hugsa vel og vandlega hver næstu skrefin eru. Í hvað skóla ætla ég, hvað ætla ég að læra, ætla ég að læra. Eftir framhaldsskóla þurfum við að endurmeta stöðuna aftur. Hvað vil ég gera næst? Hvað langar mig að verða þegar ég er orðin stór? Möguleikarnir eru endalausir á þessu tímamótum og ákvörðun er ekki létt. Þá sérstaklega fyrir einstaklingi sem mig sem hafði ekki svör við þessu spurningum og því ófærum að taka stóra ákvarðanir á þeim tímamótum. Seinna mér fann ég hvað mér langaði að gera og ég endaði hérna á Bifröst. Í mínum huga hélt ég að þessi tímamót, það er að setja árin í dag, yrði öðruvísi. Ég hélt að núna væri endastöðin mín komin og ég þurfti ekki lengur að taka stóra ákvarðanir. Ég hafði heldur betur rangt fyrir mér. Tækifærin eru óteljandi og möguleikarnir fleiri ef eitthvað er. Nú tökum við hins vegar ákvörðun hvernig við viljum nýta það sem við höfum lært hér á Bifröst og búum til okkar tækifæri, okkar framtíð. Það var einu sinni sagt til mig að ef tækifæri kæmi ekki til mín, þá ætti ég að búa þau til. Ég ætla persónulega að fara eftir þessu sjálf og ekki bíða eftir breytingu sem ég vil sjá, heldur breyta því sjálf. Það er oft talað drauma, það er að segja eiga sér draum, draumastarfið, draumastaðurinn, draumatækifærið, en ég á mér ekki draum. Ég er með markmið sem ég ætla að ná og þegar það er komið, þá koma önnur markmið sem þarf að huga að. Þannig hætta draumar að vera draumar og verða í staðinn raunveruleikin en ekki fjarstæðu veruleiki. Þá koma þakkirnar. Ég vil byrja að þakka kennurum og starfsmönnum skólans fyrir að vera alltaf fordómalaus gagnvart mér persónulega. Það er eitthvað sem ætti auðvitað að vera sjálfsagður hlutur en sem einstaklingum með 2 þjóðerni og erlent nafn þá hef ég oft mætt mótlæti í skólakerfinu á Íslandi, en ekki hér á Bifröst. Ég vil meina að sé vegna þess að lögð er áhersla á að mynda persónuleg tengsl á milli nemenda og starfsmanna skólans. Kennari gerst allra besta til að kynnast nemendum, sum hvar leggja meira sig á sig að læra nöfn á hverjum og einum með auðvitað misgóðum árangri, en það er viðleitnin sem skiptir mestu máli. Ég vona innilega að þessi tiltekna sérstæða verði alltaf höfð að leiðarljósi hérna á Bifröst, því í mínum huga það er stærsti kostur skólans. Þá vil ég einnig þakka kennurum fyrir að ætlast mikið á okkur, fyrir að neyða okkur úr þægindahringnum, fyrir að krefjast þess að við hugsum út fyrir kassan og fyrir að sýna okkur hversu megnum við erum þegar á reynir við krefjandi aðstæður. Manneskjan sem ég var fyrir 3 árum hefði ekki getað staðið hér í dag að halda ræðu. Ég get fullvissað ykkur það. Í lokin vil ég segja takk við allt frábæra fólki sem ég kynntist hérna á þessum 3 árum. Takk fyrir samvinnuna, félagskapinn, því án hvort tveggja hefði verið mjög erfitt að ljúka þessum áfanga. Vinskapurinn sem hér myndaðist mun endast ævilangt og skemmtilega minningar sem munu gleðja gömlu konu eftir vonandi mörg ár. Ég vil einnig þakka fjölskyldu og stuðningsnet allra útskriftarnema og auðvitað mínum. Þeirra þolinmæður stuðningur er ómetanlegur, ég held við getum öll sammælst það. Kæri útskriftarnemar, ég vona innilega njótið dagsins, verið stolt af afrekunum ykkar, farið og takið myndir og setja á alla samfélagsmiðla sem þið eru með, en fyrst og fremst farið og elti tækifærin sem býð ykkar í framtíðinni. Er ekki viðeigandi í tilefni dagsins að enda ræðuna og segja áfram Ísland. Takk fyrir mig. Þakka þér fyrir, María. Þá og til hamingju félagsvísinda og lagadeildar grunnnemar. En þá erum við að snúa okkur á meistaranáminu og við byrjum á nemendum viðskiptadeildar og það er aftur Stefán Kalmansson, staðgengill deildarforseta sem að sér þá útskrift ásamt rektor og biðjum nemendur að koma hér og stilla sér upp og taka síðan hringinn og vera tilbúin í myndatökum. Gjörðu þið svo vel. Þá er komið útskrift meistaranema í viðskiptadeild og fyrst aðalheiður Júlía Rós Óskarsdóttir, MLM gráða í forstjórn með áherslu á markaðsstjórnun.
Fyrirgefðu mannastjórn. Arnór Atlason, MLM gráða í forystu og stjórnun, hann fjarverandi. Áslaug María Rafnsdóttir, MLM gráða í forystu og stjórnun. Björg Þórðardóttir, MLM gráða í forystu og stjórnun, Björg fjarverandi. Dagný Kristinsdóttir, MS gráða í forystu og stjórnun. Davíð Berg Ragnarsson, MLM gráða í forystu og stjórnun, hann fjarverandi. Eva Björk Sveinsdóttir, MS gráða í forystu og stjórnun, hún fjarverandi. Gerður Guðjónsdóttir, MLM gráða í forystu og stjórnun, hún fjarverandi. Guðrún Birna Jörgensen, MLM gráða í forystu og stjórnun með áherslu á mannastjórnun. Helga Guðjónsdóttir, útskrifast með MLM gráði í forystu og stjórnun með áherslu á mannastjórnun, hún fjarverandi. Hlín Benediktsdóttir, útskrifast með MLM gráði í forystu og stjórnun með áherslu á mannastjórnun. Jenny Magnúsdóttir, útskrifast með MLM gráði í forystu og stjórnun með áherslu á mannastjórnun og Jenny með besta árangur í meistaranáminu hjá okkur og fyrir framúrskarandi árangur fær hún hérna gjafabréf og pakka og það Lenovo ferðatölva frá skólanum. Gjörðu svo vel. Og það myndabæta. Kristín Hallgrímsdóttir, MLM gráða í forystu og stjórnun. Kristín Sigurgeirsdóttir, útskrifast með MLM gráða í forystu og stjórnun. Kristín Ýr Hrafnkelsdóttir, útskrifast með MIB gráðu í alþjóðlegum viðskiptum. Kristján Jens Rúnarsson, útskrifast með MR gráðu í forystu og stjórnun og hann fjarverandi. Lovísa Björg Traustadóttir, útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannastjórnun. Margrét Ármann, útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannastjórnun. Margrét Björk Jóhannesdóttir, útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannastjórnun. Ólöf Sigríður Björnsdóttir, útskrifast með MLM gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannastjórnun.
Páll Baldursson útskrifast með M.gráðu í forystu og stjórnun. Ragnar Matthías Sigurðsson útskrifast með M.gráðu í forystu og stjórnun. Rósa Björk Sigurðardóttir útskrifast með MS-gráðu í forystu og stjórnun. Sigrún Eggertsdóttir, MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun, hún er fjarverandi. Sigurbjörg Gunnarsdóttir útskrifast með MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Sigurður Ingi Pálsson, MIB-gráða í alþjóðlegum viðskiptum. Sigurður Pétur Oddsson útskrifast með MMM-gráðu í markaðsfræði. Sigurður er sá fyrsti sem útskrifast úr þessu námi hjá okkur, markaðsfræðinni. Og að lokum, Sveinborg L. Kristjánsdóttir útskrifast með MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Og nú er það myndataka. Hjartanlega til hamingju með áfangan, kæru meistarar, og ég skila kveðju til ykkar frá deildarforseta vorum, hún Sigurður Ragnarsinni, sem gat ekki verið hér í dag. En þá er komið ávarpi fyrir hönd meistaranema í viðskiptadeild og það er Áslaug María sem ætlar að flytja það, gerðu svo vel. Ég lofaði Sigrúnu að vera ekki lengur en 5 mínútur.
Ágæti rektor, nemendur, kennarar, starfsfólk og aðrir gestir. Til hamingju með daginn, til hamingju með ykkur öll. Ég stolt af því að fá að standa hér og ávarpa ykkur fyrir hönd meistaranema. Það verður ekki erfitt fyrir okkur sem erum að útskrifast í dag að muna daginn sem Ísland spilaði við Argentínu HM, af því þetta dagurinn okkar, útskriftadagurinn. Ég labbaði fyrst inn á Bifröst fyrir 11 árum síðan, á leiðinni viðtal hjá Huldu og Guðrúnu Björgu. Þær áttu að meta hvort ég ætti samleið með skólanum og mætti hefja nám í frumgreinadeildinni. Ég man svo vel eftir þessu spjalli, þær voru svo opnar og skemmtilegar og mér leið strax eins og ég væri komin heim. Hér ætlaði ég að hefja nám. Á fyrstu vinnuhelgunum kynntist ég góðum vinum, samnemendum sem áttu eftir að fylgja mér út námið og eru enn í dag góðir vinir mínir. Það er ómetanlegur vinskapur sem myndast hér á Bifröst. Til að byrja með voru vinnuhelgurnar öflugar, ekki bara námslega séð. Það var svolítið djamma á kvöldin eftir langa fyrirlestra á vinnudaga. Svo var aftur mætt snemma daginn eftir og annar eins dagur tók við, en það var aldrei slakað á kröfunum. Við mættum alltaf á réttum tíma. Skipti engu máli hvað vorum búin að sofa mikið eða lítið. Ég var alltaf ákveðin í að fara beint í BS-námi eftir frumgrunnadeildina og ég gerði það. En samhliða frumgrunnadeildinni og BS-náminu eignaðist ég 2 börn og var í fullri vinnu. Það var ekki alltaf auðvelt, en það var alltaf gaman. Þegar ég útskrifaðist úr viðskiptafræðinni var ég komin með nóg í bili. 2 börn, eiginmaður, full vinna og háskólagráða. Þetta var bara nóg í bili. En þá var tilkynnt að nú ætti að bjóða upp á nýtt meistaranám, forysta á stjórnun, áhersla á leiðtogafræði, þjónandi forystu og allt það. Þetta var náttúrulega bara búið til fyrir mig, ég er eiginlega alveg viss um það. Ég sótti strax algjörlega buguð af álagi, en ekki búin að fullnægja lærdómsþörfinni og alls ekki búin með bifrastakvótann. Svo titraði ég bara og beið eftir að heyra hvert ég kæmist inn, ætlaði svo bara meldt þetta yfir sumarið. Það er alveg hægt að sækja og hætta svo við, en svo hringdi síminn. Blessuð Áslaug, þetta er Sigurður Ragnarsson á Bifröst. Já, sæll, ég fór að titra aftur og brosti svo hringinn. Ég var að spá hvort þú vildir ekki koma að læra forystu á stjórnun í haust. Svo spjölluðum við aðeins námið og svo var bara allt klárt. Þetta var allt svona persónulegu nótunum eins og er hérna í skólanum. Ég ætlaði bara að halda beint áfram og fara í meistaranámið. Ég fekk alveg sumarið til þess að hvíla mig. Ég var bara í vinnu með 2 börn og heimili. Það er ekki neitt þegar ég var með pásu í skólanum. Ég var mjög upptekin af því að nýta námið vel. Læra allt sem ég gat mögulega lært og glósa eins og vindurinn. Mér skilst að glósurnar mínar séu ennþá í umferð, en ég er glósuliði og það er gaman og þið læri mest af því af glósa, ekki lesa annar manna glæsur. Siggi sagði í ræðu við útskipti fyrra. Háskólanámið er fyrst og fremst til þess að láta drauma rætast og það er svo sannarlega rétt hjá honum. Þegar ég byrjaði í frumgrunnadeildinni átti ég mér þann draum að klára meistaranám, en ég átti samt ekkert endilega von á því að það myndi takast. Ég trúði því eiginlega ekki fyrr en hann hringdi og bauð mér að hefja nám í forystastjórnun. Ég ætlaði að klára námið á 2 árum, en stundum tekur lífið annan snúning og núna er ég 3,5 ári seinna að útskrifast og það skiptir í rauninni engu. Ég kláraði þetta og það er vegna þess að skólinn býður upp á einstaklingsmiðað nám og tekur tillit til hvað okkur vantar. Það er hægt að taka námi á þeir hraða sem hendar. Það er hægt að láta draumana rætast og þið getið öll látið draumana rætast. Vinskapurinn, kennararnir, starfsfólkið og bifrastarandinn hjálpa þér að láta draumana rætast. Umburðarlyndið og samhjálpin sem ég hef fengið að kynnast er ómetanleg. Sigrún kennslustjóri hringdi í mig og spurði hvort ég væri til í að halda ræðu. Ávarp fyrir hönd meistaranema við útskrift. Ég sagði auðvitað bara nei. Ég hef engan tíma rosalega mikið að gera í vinnunni. Ég var þá í lest á leið frá Köpen til Orhus í vinnuferð, loksins farin að njóta þess að vera bara í vinnu. Sigrún bað mig að hugsa málið og leið og ég lagði á eftir símtalið áttaði ég mig á því hvað þetta væri mikill heiður. Og ég sagði já vegna þess að ég vildi sýna ykkur og dætrum mínum sem sitja hérna í salnum að það geti allir látið draumana rætast. Og þið sem eru að klára háskólagáttina og grunnnámið, ég mæli með meistaranáminu. Og alveg eins grunnnámi og meistaranámi, vinnu og barneignum, þetta er kannski ekkert easy peasy, en þetta er hægt. Og kennarar og starfsfólk skólans, samnemendur og vinir við skólan hjálpa ykkur að komast í gegnum þetta. Og í mínu tilfelli mamma mín og tengdamamma líka. Þegar ég byrjaði í frumgrunnadeildinni var draumur minn að verða meistari. Draumurinn rættist. Takk Bifröst fyrir að taka mér eins og ég er og takk allir Bifröstavini mínir fyrir alla samvinnuna og allar minningarnar. Það er ómetanlegt. Ég myndi kannski ekki alltaf eftir því að brjóta saman þvottinn eða hvað maðurinn minn hét, en Skúli, hann heitir það. Takk fyrir að hvetja mig alltaf áfram, alla aðstofuna og þolinmæðina.
enn og aftur til hamingju með daginn og takk fyrir mig Bifröst og já, áfram Ísland. Þakka þér fyrir, Áslaug María. Það líka heiður fyrir okkur að hafa fengið að hafa þig í námi og við óska ykkur öllum sem voruð að útskrifast núna innilega til hamingju. Þá komið að útskriftinni í félagsvísinda- og lagadeildinni, meistaranemar þar, og það Sigrún Lilja Einarsdóttir, deildarforseti félagsvísinda- og lagadeildar sem að útskrifar ásamt rektor. Gjörið svo vel. Já, að þessu sinni eru það 4 nemendur sem að ljúka meistaranámi við félagsvísinda- og lagadeild og fyrsta vil ég kynna Bryndísi Jóhönnu Jóhannesdóttur, MA í menningarstjórnun. Já, Bryndís jafnframt hæst nemenda í meistaranámi við deildina og hún hlýtur að launum Lenovo spjaldtölvu frá skólanum. Gjörðu svo vel. Og næst það Jóhanna Marín Óskarsdóttir, MA í menningarstjórnun. Og Jónína Magnúsdóttir, MCM í menningarstjórnun. Og síðan það Sigtryggur Arnþórsson, ML í lögfræði, hann fjarverandi. Þá vil ég biðja ykkur að koma í myndatöku. Nú ávarp fyrir hönd meistaranemi félagsvísinda- og lagadeild heldur Bryndís Jóhanna Jóhannesdóttir. Gjörðu svo vel. Rektor, kennarar, starfsfólk skóla, samnemendur og aðrir gestir. Gleðilega hátíð. Ég vil byrja á því að þakka þann heiður sem ég sýndur með því að fá að standa hér sem fulltrúi meistaranema og segja nokkur orð við þessa útskrift sem núna haldin á 100 ára afmæli skólans. Skóli í 100 ár eru svo sannarlega tímamót. Haustið 2015, þegar ég hóf fjarnám hérna á Bifröst, þá stóð ég sjálf á einhvers konar tímamótum. Ég var þá 47 ára með tvöfalt grunnnám að baki í leita einhverju nýju og spennandi. Kannski var þetta einhvers konar krísa miðaldra konu, ég hef ekki hugmynd það, en ég fann að það var komin tími á alvöru uppstokkun á hversdagslífinu, sem á þessum tíma var álíka spennandi og veðrið á Suðurlandi þessum aður sumri. Í mínum huga þá stóð valið 5 atriði
skipta vinnu, fara í meistaranám, flytja til útlanda, skilja við manninn eða gefa börnin. Þetta voru sem sagt alvöru tímamót. Ég ákvað að fara í meistaranám og eftir á að hyggja þá voru síðustu 2 hugmyndirnar alls ekki mjög góðar því mér þykir mjög vænt manni minn og börnin. Fyrir utan það ég hefði aldrei komist í gegnum þetta nám án þeirra. Ég komst nefnilega fljótt að því að námið var afar krefjandi. Eftir farsælan námsferil í 2 háskólum hélt ég nú að ég væri í ágætis málum. En þegar fyrsta verkefnið kom inn á MySchool runnu á mig 2 grímur. Ég gerði mig grein fyrir því að ekkert af því sem ég hafði áður lært myndi nýtast mér í að finna lausn á þessu verkefni og það þyrmdi yfir mig. Þetta voru 4 spurningar, allar á íslensku, en þær heituðu alveg eins geta verið á grísku. Í fyrsta lagi skildi ég spurningarnar alls ekki og í öðru lagi hafði ég ekki hugmyndum hvar svörin væri að finna. Það fyrsta sem ég datt í hug var auðvitað að googla þetta hörmungarverkefni. En það þýddi náttúrulega ekki neitt því á Bifröst eru kennararnir flestir klárari en maður sjálfur tímabundið. Einhvern veginn náði ég þó að klóra fram svör og skila á tilsettum tíma. Og þannig fór líka með öll þau verkefni sem á eftir komu, þar til ekkert stóð eftir nema meistararitgerðin. Hana leysti ég alveg sjálf og þá loksins sá ég tilganginn með öllu þessu streði sem á undan var gengið. Torskilin verkefni í bland við auðveldari, samvinna við aðra nemendur og metnaðarfullir kennarar eru mér efst í huga þegar ég nú kveð skólan. Það algengt að tala nám sem fjárfestingu. Ég veit hins vegar ekki hvort fátækir nemendur hérna í salnum sem safna námslána skuldum tengi endilega við þá fjármálumræðu. Af virðingu við þá og í anda þeirrar umræðu í menntasamfélaginu þess eðlis að leggja skuli meiri áherslu á list og verknám, þá finnst mér frekar við hæfi að kalla menntun verkfæri. Hún verkfæri sem gefur eigandanum og getur nýst honum vel ef hann kann að nota það. Sumir eru fljótir að læra handtökin á meðan aðrir taka sér lengri tíma. Verkfærið gefur forskot á aðra sem ekki eiga það, að minnsta kosti í þekkingarsamfélagi. Með tímanum leikur það í höndunum á eigandanum og hann verður fagmaður í verki. Sumir læra þó aldrei almennilega á sín verkfæri og fá sér ný sem henta þeim betur. Bifröst góður skóli í víðasta skilningi þess orðs. Breiður og ólíkur nemendahópur, gott starfsfólk og faglegt fjarnám eru að mínu mati helstu styrkleikar skólans. Skipulag námsins í stöðugri endurskoðun í takt við atvinnulíf og nútíma samfélag. Á aðeins 3 árum hef ég upplifað nokkrar áherslubreytingar þar sem til dæmis nýjar námslínur hafa verið teknar í gagnið og aðrar settar til hliðar. Sjálf ég langánægðust með þá breytingu að sameina félagsvísinda og lagadeild en sú breyting fór fram á núverandi starfsári. Það þýðir nefnilega bara eitt fyrir mig. Ég innritaðist í félagsvísindadeild haustið 2015 en útskrifast úr lagadeild vorið 2018. Þrátt fyrir að hafa ekki lokið neinum áfangum á sviði lögfræðinar. Að vísu heitir deildin félagsvísinda og lagadeild en mér finnst það bara algjört smáatriði í stóra samhenginu og ég þessar mundir að breyta áherslum í ferilskrá í samræmi við þessa nýju vídd. Kennari hér á Bifröst sagði eitt sem við mig að besta námið væri þess eðlis að með tímanum gerði maður sér grein fyrir því hversu gagnlegt það væri. Eftir þennan vetur þá get ég staðfest að það rétt. Fyrir hönd meistaranema sem nú að kveðja skólan langar mig að þakka kennurum og starfsfólki og ekki síst samnemendum samfélgina. Þetta hefur verið góður tími og ég þess fullviss að sú reynsla sem við áttum hér á Bifröst verður okkur til framdráttar. Skóli ekki bygging, skóli fólki sem býr hann til. Ég stolt af því að útskrifast hérna í dag, hér frá Bifröst og ég óska okkur enn og aftur öllum til hamingju með daginn.
Þakka þér kærlega fyrir, Bryndís, og til hamingju meistaranemar í félagsvísinda og lagadeild. Það komið að því að nú öllum útskriftum lokið og þá komið að því að rektor flytur hátíðarræðu dagsins. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur Egilsson. Ágætu útskriftanemar, bifreiðstingar og gestir. Til hamingju útskriftanemar og til hamingju aðstandendur, til hamingju við öll. Útskriftardagurinn okkar dagur gleði, stolts og uppgjörs fyrir tíman og vinnuna sem að baki Mikilvægur áfangi í líf okkar allra hefur náðst. Útskriftarnemarnir okkar hetjur dagsins, okkar lið, okkar sigurvegarar í þeirri baráttu sem háð hefur verið. Við, þjálfararnir og aðstoðarmennirnir, njótum sigursins líka. Við erum sannarlega stolt af okkar liði. Útskriftardagurinn líka dagur þakklætis. Við sem störfum í skólanum þökkum útskriftarnemendunum fyrir samfylgdina. Við þökkum þeim líka fyrir þann heiður og það traust sem okkur var sýnt þegar þær mikilvægu ákvarðanir voru teknar að velja Háskólann á Bifröst. Við vitum að með námi á Bifröst hafa þeir sem nú útskrifast aukið hæfni sína og möguleika á vinnumarkanum en líka orðið að betri manneskjum sem leggja mikið af mörkum til þess að bæta samfélagið. Við þurfum líka að þakka öllum aðstandendum útskriftarnemendan okkar. Það fólkið sem hefur aðstóðað og veitt svigrúm eftir megni þannig að nemendurnir hafa náð að setja þá vinnu, orku og einbeitingu sem þarf til að útskrifast með gráðu frá Háskólanum á Bifröst. Gráður frá Háskólanum á Bifröst koma ekki sjálfkrafa. Fyrir þeim þarf að hafa. Það þarf að hlusta á fyrirlestrana, lesa bækurnar, vinna verkefnin og taka prófin. Allt þetta gerir enginn nema nemandinn sjálfur. Í námið fer drjúgur tími og orka. Í fótboltanum það leikmennirnir inni á vellinum sem þurfa að verjast og sækja, hlaupa, ná boltanum, senda hann og skora mörk. Þjálfararnir undirbúa leikmennina og stuðningsmennirnir hvetja þá til dáða, en leikurinn spilaður inni á vellinum og þar vinnst hann eða tapast. Sambarlegt lögmál á við námið hér í Háskólanum á Bifröst. Það fær enginn neitt nema að spila leikinn af krafti og dugnaði. Við segjum stundum hér á Bifröst, það skeður ekkert fyrir okkur. Við þurfum að hafa fyrir og skapa sjálf allt sem við fáum. Þetta á ekki síst við útskriftarnemendurna okkar. Þeir hafa skapað sinn eigin árangur með vinnu sinni og frammistöðu. Við höfum því fulla ástæðu til þess að gleðjast í dag. Útskriftardagurinn mikill bjartsýnisdagur. Árangurinn sýnir hvað hægt. Gráðan komin í hús, en lífinu ekki lokið, þvert á móti. Nú verður meira gaman að lifa því. Takast á við ný og erfiðari verkefni. Kraftar hafa verið leystir úr læðingi. Þeir verða beislaðir til góðra verka. Kæru vinir, það gaman að standa hér og horfa yfir þennan hóp. Hér mikið af hamingjusömu og ánægðu fólki saman komið. En ég sé líka að bifrastarglampinn komin í augu ykkar ágætu útskriftarnemar. Bifrastarglampinn blikið sem kemur í augu bifreistinga þegar þeir minnast veru sinnar hér í skólanum. Hann mun fylgja ykkur alla tíð. Bifreistingar nefnilega sérstakt fólk, einstakt fólk. Bifreistingar hafa harslað sér völl víða og okkur gjarnan sagt, bifreistingar leysa vandamál. Og þetta engin tilviljun. Kennslu aðferðirnar hér í Háskólanum á Bifröst einmitt til þess fallnar að þjálfa nemendur í sjálfstæðum og faglegum vinnubrögðum. Bifreistingar leysa verkefni ýmist einir eða sér eða í hópum allt eftir því hvað við á.
Bifreistingar kunna að afla sér upplýsinga og leita svara við spurningum sem uppkoma. Háskólinn á Bifröst hefur verið í fararbroddi í innleiðingu nýrra kennsluhátta í íslenskum háskólum. Allt gert til að virka sem best á orku og erfiði sem nemendurnir setja í námið. Fyrirkomulagið í fjarnáminu hefur þróast vel og á sínum eigin forsendum. Fjarnámið á Bifröst ekki byggt á því að færa skólastofuna út til nemenda. Það byggir þvert á móti á því að nýta alla þá samskipta möguleika sem fjarnámstæknin býður upp á. Og fjarnámið í sífelldri þróun. Verkefnavinnan lykilþáttur í kennslunni á Bifröst. Með verkefnavinnunni tileinka nemendur sér gildi skólans, frumkvæði, samvinnu og ábyrgð. Nemandinn getur ekki setið aðgerðalaus og látið mata sig. Verkefnum verður að skila og það þarf að setja þá vinnu tímanlega í gang. Í hópaverkefnum og misserisverkefnum þurfa nemendur að vinna saman. Nemendur þurfa að læra að treysta hver öðrum og taka á sig ábyrgð gagnvart samstarfsnemendum. Líka hentar vel að verkefnavinnan telji til einkunnar og nemendur sjá þá jafn óðum hvernig þeim að sækjast vinnan. Próf eða lokaverkefni gilda ekki allt. Þessi aðferð við námsmat hefur sérstaklega góð áhrif þegar fólk hefur snúið tilbaka eftir langt námshlé og óöruggt til að byrja með. Þá skiptir máli að sjá strax að vinnan að skila árangri og að áformin ganga upp. Breytingin yfir í lotukerfi hefur líka skilað sínu í starfi okkar hér í Háskólanum á Bifröst. Nú vinnuálagi dreift mun betur en áður þegar nemendur tóku kannski 5 námskeið á sama tíma og lokaskil og próf í 5 fögum röðuðust á tiltölulega fáa daga. Það styður verulega við árangur nemenda að geta einbeitt sér að 2 til 3 fögum í einu þegar viðkomandi í fullu námi og hafa færri fög undir þegar hægar farið í gegn. Mikið lagt upp úr virkum samskiptum kennara og nemenda hvort heldur nemendur í fjarnámi eða búa hér á Bifröst. Allt viðmótið í skólanum á að byggja á því að nemandinn sé einstaklingur en ekki kennitala. Persónleg þjónusta og samskipti lykilatriði. Því má auðveldlega halda fram að samskipti milli kennara og nemenda í fjarnámi í Háskólanum á Bifröst séu meiri og sterkari en í öðrum skólum sem byggja á hefðbundnu námsfyrirkomulagi. Þeir nemendur sem búa á Bifröst fá svo í mörgum tilfellum enn meiri tækifæri til samskipta við kennara. Kennsluhættir í sífelldri þróun hér í skólanum. Nú í haust munum við byrja að innleiða ugluna sem nemendaskráningakerfi en það bætir mjög við upplýsingakerfi skólans. Þetta gert í góðu samstarfi við Háskóla Íslands sem hefur þróað kerfið og rekið það. Við munum jafnframt hefja upphærslu á kennslukerfunum okkar. Fyrsta skrefið að innleiða ECHO 360 sem upptökukerfi fyrir fyrirlestra og í framhaldi skiptum við MySchool út fyrir nýtt alþjóðlegt kennslukerfi í fremstu röð. Ágætu útskriftarnemar. Við sem störfum hér í skólanum stolt af ykkur og við stolt af skólanum okkar. Við höfum mikinn metnað fyrir okkar hönd og ykkar. Við viljum að ykkur gangi sem allra best í framtíðinni. Þið hafið lagt mat á störf kennara og gæði námskeiða í kennslumati í hverri lotu. En hinn raunverulega einkunn sem við fáum sem störfum í skólanum kemur þegar þið eruð horfin á braut til starfa á vinnumarkaðnum og látið til ykkar taka í samfélaginu. Þá verða ykkar verk okkar einkunn. Skólinn verður metinn eftir því hvernig þið standið ykkur og ég kvíði ekki þeirri einkunn. Við lifum nú á tímum örra breytinga sem láta ekkert okkar ósnortið. Háskólinn á Bifröst stofnun sem hefur ekki farið á mis við breytingar á 100 ára vegferð sinni. Já, kæri vinir, Háskólinn á Bifröst 100 ára í ár. En hann stofnun sem hefur lifað í 100 ár einmitt vegna þess að hann hefur breyst og uppfært sig í takt við þarfir nemenda og samfélagsins. Og skólinn hefur alla tíð verið trúr sínu hlutverki að mennta fólk
til forystu í atvinnulífinu og samfélaginu. Einmitt þess vegna skólinn að verða 100 ára. Við horfum nú fram á það að hið hefðbundna námslíkan sem hefur verið ráðandi síðustu 100 árin svo að daga uppi. Löngum var það svo að menntakerfið með framhaldsskóla og háskóla í fararbroddi virkaði eins og framleiðslulína sem afgreiddi nemendur á færibandi frá 6 ára aldri fram á 30-aldur. Útkoman var einstaklingur með próf upp á vasan sem átti að duga út lífið, helst í einu ævistarfi í fyrirtæki eða stofnun. Ekki hægt að segja annað en að við sem þjóð höfum staðið okkur nokkuð vel í þessari framleiðslu, því að Hagstofa Íslands segir okkur að 40% einstaklinga á aldrinum 25 til 64 ára séu með háskólamenntun. Breytingarnar sem við upplifum skarpt þessa dagana að eitt ævistarf sjaldnast í boði. Fólk skiptir iðulegum starf oft á ævinni. Það skiptir vinnuveitenda oft á ævinni. Sama starfi þróast og breytist og við þurfum sífellt að afla okkur nýrrar þekkingar. Við verðum okkar eigin vinnuveitendur oft á tíðum. Við þroskumst oftast með starfin okkar, lærum á nýjungar, þróum starfið og bætum. En oft hverfa störf og ný störf verða til. Við þurfum því að hafa aðlögunarhæfni og geta mætt þessum miklu breytingum og helst að vera skrefinu á undan. Háskólarnir mun í auknum mæli þurfa að þjóna fólki meira og minna alla starfsæfina. Þótt fólk hafi háskólapróf og þróist og læri í starfi, þá verða breytingarnar í mörgum tilfellum svo örar að fólk þarf að koma aftur í skóla og bæta við sig. Ýmist að dýpka þekkingu á sérsviði sínu eða víkka þekkingu með því að fara inn á nýtt svið. Þetta vekur líka spurningu hvort hið algenga viðhorf okkar til brottfalls úr skóla eigi rétt á sér. Oftast finnst okkur að brottfall, sérstaklega úr framhaldsskóla, sé alvarlegt mál. Ef fólk á annað borð að fara í skóla, af og til yfir alla starfsævina, og við getum frá sjónarhóli skólana talað að fólk sé í raun bara að taka sér mislangt námshlé. Þá eitthvað að því að fyrsta námshlé hefjist á framhaldsskóla aldri? Ekki ungur einstaklingur sem hvílir sig á námi og vinnur og borgar skatta að leggja af mörkum til samfélagsins? Og verður ekki námsferillinn markvissari þegar raunverulegur námsáhugi fylgir skólagöngunni? Mér finnst nokkuð augljóst að við þurfum að hætta að byggja menntakerfið upp út frá þörfum færibandsins, en í staðinn að leggja áherslu á þarfir einstaklingsins. Þetta þýðir að menntavegurinn þarf að vera bæði opinn og greiðfær alla starfsæfina. Fólk mun hafa mismunandi þarfir á mismunandi tímum ævi sinnar. Annað sem einkennir þróun menntakerfisins okkar, sérstaklega háskóla á okkar tímum, hversu auðvelt að ná í upplýsingar. Við getum flett ótrúlega mörgu upp á netinu á örskogsstundu. Leitarvélarnar eru orðnar svo öflugar. Þýðing þess að leggja upplýsingar á minnið hefur því snarlega minnkað. Það hefur lítið upp á sig lengur að prófa nemendur í sparðatýningi eins og löngum viðgekkst. Nú hefur mesta þýðingu að nemendur læri að afla upplýsinga og vinna úr þeim. Gagnamagnið í heiminum í dag yfirþyrmilegt og það mikið mál hvernig gögnum breytt í upplýsingar og upplýsingum breytt í verðmætar og markvissar upplýsingar sem hægt að nýta við ákvarðanatöku. Menntun snýst í auknum mæli að rækta skilning á viðfangsefninu og hvernig gögn unnin til að skapa verðmætar upplýsingar. Virka þarf límheilan í annað en að muna smáatriði. Það athyglisvert að margir sem fjalla þessi mál ræða að við séum að þessu leyti að hverfa aftur til Sókratesar.
Hann kendi nemendum sínum engin svör. Hann kendi þeim að spyrja réttu spurningana og það í rauninni mögnuð aðferð. Ábyrgð eitt af gildum skólans. Útskriftarnemarnir okkar hafa sannarlega þurft að sýna ábyrgð í náminu. Ábyrgð gagnvart sjálfum sér og fjölskyldu sinni með því að skila verkefnum á tíma og ljúka öllum prófum. Ábyrgð gagnvart samnemndum sínum með því að standa sig í stykkinu í öllum hópverkefnum. En við leggjum líka mikla áherslu á að rækta ábyrgð okkar gagnvart samfélaginu og umhverfinu. Ég þreytist aldrei að nefna það að ábyrgð okkar gagnvart samfélaginu felst meðal annars í því að bifreistingar þekkja muninn á metnaði og græðgi. Við viljum að bifreistingar séu metnaðarfullir einstaklingar sem sækjast eftir því að láta til sín taka í samfélaginu. En metnaður okkar byggir á því að þjóna öðrum. Við viljum skapa verðmæti fyrir samfélagið og að við og okkar fjölskyldur njótum góðra verka. Við viljum afneita græðgi sem felst í því að hugsa að skara eld að eigin köku án þess að gera neitt fyrir aðra eða samfélagið og jafnvel að skapa tjón fyrir aðra. Að hafa metnað til að standa sig í heilbrigðri samkeppni í rekstri og ná árangri með því að gera betur en aðrir hefur ekkert með græðgi að gera vegna þess að samfélagið nýtur þess að búa við velrekin fyrirtæki eða stofnanir. Háskólinn á Bifröst var fyrsti háskólinn til að taka þátt í alþjóðlegu samstarfsverkefni háskóla Prime sem stendur fyrir Principles of Responsible Management Education. Samstarfi gengur út á að tvinna gildi og viðhorf sjálfbæra þróunar inn í alla kennslu og starfsemi háskóla og auka þannig vitund og skilning skólasamfélagsins á sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð. Finna má samstörum við gildi Prime innan ólíkra námskeiða við deildir skólans og einnig rannsóknum akademiska starfsmanna og samstarfsverkefnum við aðra skóla. Ég þreytist heldur aldrei á að nefna það að bifreistingar þekkja muninn á stolti og hroka. Það nauðsynlegt hverjum einstaklingi að geta verið stoltur af sjálfum sér. Útskrift úr háskólanum á Bifröst verðugt tilefni fyrir stolt. Útskriftarnemendurnir hafa unnið fyrir því að leyfa sér að vera stoltir. Við getum verið svo stolt af svo mörgu. Við kæru vinir erum öll stolt í dag. En þegar við erum stolt, megum við ekki vera hrokafull. Við erum ekki yfir aðra hafin. Við viljum að okkur gangi vel, en það leyfir okkur ekki að ganga yfir aðra. Í því felst líka okkar ábyrgð. Við hlustum. Við berum virðingu fyrir öðrum og skoðunum þeirra. Við megum samt vera ósammála og hafa aðra skoðanir og stjórna sjálf okkar lífi. Við þurfum vissulega að miðla málum. Allt samfélagið byggir á málamiðlunum. Þóttu séum stolt og teljum að við höfum mikið til málanna að leggja, tökum við þátt í málamiðlunum og sameiginlegum niðurstöðum. Hópaverkefni, ekki síst misserisverkefni í Háskólanum Bifröst, eru sérstök þjálfun í því að skilja muninn á stolti og hroka. Í samfélagi okkar hér á Bifröst viljum við rækta með okkur vináttu og gagnkvæman stuðning. Við viljum njóta smæðarinnar og nálæðarinnar hvert við annað. Kynferðislegt eða kynbundið áreiti og ofbeldi eiga því ekki heima í okkar samfélagi. Í vetur höfum við verið að endurnýja allt okkar regluverk og viðbrögð við frávikum frá því háskólasamfélagi sem við viljum búa og starfa í. Sérstakar reglur hafa verið setta til höfuðs kynbundnu og kynferðislegu áreiti og ofbeldi og áætlun aðgerðir sett af stað. Ennfremur hafin vinna með Landbúnaðarháskólanum að sameiginlegum siðareglum og sameiginlegri siðanefnd. Von mín sú að ekki reyni á þetta regluverk okkar og sem betur fer gerist það mjög sjaldan. En samt finnst okkur að hvert eitt tilvik sé einu tilviki of mikið. Ég vil trúa ykkur fyrir því, kæru vinir, að það eru mikil forréttindi að fá að vera rektor Háskólans á Bifröst og standa hér og ræða við ykkur á þessum hátíðisdegi í lífi okkar allra.
En ég hér sem fulltrúi allsins góða hóps framúrskarandi starfsfólks skólans sem leggur mikið metnaðarfullt og óeigingjarnt starf að mörkum til þess að ná þeim markmiðum sem við nú fögnum. Ég vil færa starfsfólki skólans sérstaka þakkir fyrir sín störf. Það hefur skilað skólanum fram á veginn og 100 ára saga skólans góður minnisvarði allt það góða starf sem unnið hefur verið í skólanum. Út á við kennslan hliðin sem snýr að nemendum og við hér í Háskólanum á Bifröst teljum okkur vera með sérlega gott kennaralið. Útskriftar nemendurnir okkar hafa átt sinn þátt í að móta þessa skoðun okkar því að kennslumatið sem við fáum afar gott þegar á heildinni litið. Gegnum gangandi verið að gefa yfir 4 af 5 mögulegum í þessu mati. Fastir akademískir starfsmenn líka að verða öflugri í akademískum rannsóknum. Háskólinn á Bifröst fær úthlutað fjármagni sérstaklega til að stunda akademískar rannsóknir. Á síðasta ári var þessi upphæð nýtt til þess að standa undir 4 ársverkum við rannsóknir sem dreifðust á starfsmenn út frá áhuga þeirra og verkefnum. Það ánægjulegt til þess að vita að þessi þáttur starfseminnar hefur verið tekin mun fastari tökum en áður og metnaður akademíska starfsmanna hefur aukist. Á síðasta ári samsvöruðu rannsóknarstigi í heild 5 ársverkum og afköstin þannig vel yfir því sem úr að spila. Mikilvægt að rækta og efla þennan þátt í starfsemi skólans. Starfsfólki stjórnsýslu og aðra umsýslu passar vel upp á að allt gangverki sé í góðu lagi. Það ótrúlega mörg handtök sem þarf að vinna til þess að skólastarfið gangi snurðulaust fyrir sig. Við mjög heppin að hafa samhentan og góðan hóp til að annast þessi mál. Útskriftin hér sannar fyrir okkur að öll tilskilin námskeið hafa verið tekin, öllum verkefnum og ritgerðum skilað og öllum prófum náð og allt rétt skráð. Öll kerfin og aðstæðan í skólanum hafa virkað. Það þarf öflugt fólk til að halda utanum og þjónusta þennan glæsilega hóp sem við að útskrifa hér. Háskólinn á Bifröst líka lánsamur með að eiga öflugt bakland, aðstandenda sem skipa fulltrúaráð og stjórn skólans. Þetta fólk vakir yfir starfseminni og alltaf tilbúið til að styðja og hvetja. Fyrir það þökkum við. Hæfni í mannlegum samskiptum afar mikilvæg í nútíma samfélagi og hefur reyndar alltaf verið. Miklu máli skiptir að fólk, sérstaklega forystufólk, geti tjáð sig vel og komið vilja sínum og skoðunum á framfæri á áhrifaríkan hátt. Ekki síður skiptir máli að hafa næmni fyrir stöðu samstarfsmanna, viðskiptavina og annara sem þarf að hafa samskipti við. Allt þetta lærum við í Háskólanum á Bifröst og tilengum okkur eftir bestu getu. Kennslu aðferðirnar hér í skólanum hjálpa hér til. Í mínu ungdæmi og skólagöngu var lítil formleg kennsla á þessum sviðum. Þá lærðum við hins vegar þessi mál af allskyns sögum af fólki og reynslu okkar sjálfra. Ég vil segja ykkur hér eina af þessum sögum sem kenndi mér mikið. Það var hér fyrir mörgum áratugum síðan að bóndi norðan úr Skagafirði sem Tryggvi hét lagði leið sína á landsfund Sjálfstæðisflokksins í fyrsta sinn. Tryggvi var mikill og virkur sjálfstæðismaður og þekktur fyrir ýmislegt í héraðinu. Hann átti son sem Oddur hét, en sá hafði nokkrum mánuðum fyrr verið með í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins sem á þessum tíma þótti mikið mál. Þar fékk fólk línuna og lærði stefnu, störf og skipulag flokksins. Nú þegar komið var á landsfund vildi Tryggvi gefa sig á tal við forystumenn flokksins, sem hann hafði reyndar aldrei hitt. En hann taldi að Oddur sonur sinn hefði framast nokkuð að veru sinni í stjórnmálaskólanum og því væri rétt að tengjast þessum mönnum betur. Vék hann sér fyrst að Bjarna Benediktsinni og kynnti sig svo: Sæll, ég heiti Tryggvi, faðir hans Odds, sem var í stjórnmálaskólanum í fyrravetur. Þekk ekki manninn, sagði Bjarni. Tryggvi var nú frekar vonsvikinn með þetta svar, en léta samt ekki slá sig út af laginu og vék sér nokkur síðar á Ólafi Thors og kynnti sig á sömu leið. Sæll, ég heiti Tryggvi, faðir hans Odds, sem var í stjórnmálaskólanum í fyrravetur. Sæll, Tryggvi minn, hvernig hefur konan það? Svaraði Ólafur.
Lyftist nú heldur betur brúnin á Tryggva og mætti nærri geta á hvorum foringjana hann fekk meira álit. Og hann sagði þessa sögu út allt. Það vildi nefnilega líka svo til að konan hans Tryggva átti við heilsuleysi að stríða. Mikið var rætt hversu klókur Ólafur hefði verið og fljótur að hugsa og draga strax á álitun að Tryggvi ætti konu fyrst hann ætti son. Ágætu útskriftarnemar, ég vil hvetja ykkur til þess að leyfa þessari litlu sögu að setjast í hug ykkar og það hollt að rifja hana upp næst þegar þið lendið í aðstæðum gagnvart samferðamönnum ykkar sem koma flatt upp á ykkur. Þá skiptir máli að reyna að grípa það jákvæða og það óvænta. Þannig fáum við fólk með okkur. En nú komið að lokum þessa leiks hér í Háskólanum á Bifröst og nýr leikur í lífi ykkar allra að hefjast. Kæri útskriftarnemar, ég óska ykkur allsins besta í framtíðinni. Þau ykkar sem velja að halda áfram í skólanum okkar í grunnnámi eða meistaranámi vil ég bjóða hjartanlega velkomin til leiks á ný. Þið verðið örugglega sigurvegarar í þeim leik. Dagurinn ykkar ágætu útskriftarnemar, njótið hans vel. Á morgun byrjar alvaran á ný, framtíðin ykkar, kjarkurinn ykkar. Alvaran verður skemmtileg og björt. Ég treysti ykkur til allra góðra verka. Kæru hátíðargestir, það komið að lokum hjá okkur og ég vil ítreka hamingjuóskir til útskriftarnema og óska þeim alls hins besta í framtíðinni, vonast auðvitað eftir að sjá gáttarnemana og grunnnemana áfram í námi hjá okkur. Að lokinni þessari athöfn þá móttaka hér í salarkynnum hótelsins og ég hvet ykkur öll til að koma og þiggja veitingar hjá okkur. Síðan leikurinn sýndur í sem var búðin hérna, hérna við hliðina og velkomin þangað að HM-stofun okkar. En það ekkert annað eftir í dag hjá mér en að slíta þessari athöfn. Þakka ykkur fyrir komuna, lifið heil og áfram Ísland!